Morgun einn vaknaði Villi snemma, klæddi sig í snatri og flýtti sig niður í eldhús til að borða morgunverðin. Bra, sæl mamma. Ha, mingjan sanna, þú ert snemma á fótum í dag þykir mér, sagði Marta. Bra, já mamma, svaraði Villi. ekki skólaskemmtunin í dag? Jú, auðvitað unginn minn, sagði Marta. Ég ætla að vinna söngvakeppnina og upplesturinn og... Hættu nú, Villi, þú gætir orðið fyrir miklum vonbrigðum ef þú ert svona sigurviss. En ég hlýt að vinna eitthvað, mamma, sagði Villi. Ég besti upplesarinn í bekknum. Nú nóg komið, Villi. Það lítið gaman að svona grobbi. Kláraðu nú grautinn þinn og farðu svo í skólan. Já, mamma, svaraði Villi. Blessa meðan. Þegar Villi kom í skólan voru allir vinir hans þegar mættir. Þeir æfðu sig af kappi fyrir skólaskemmtunina. Villi brosti og sagði: Bra, bíðiði bara, strákar. Loksins kom að því að skólaskemmtunin hæfist. Allir hjálpuðust að við að færa borðin og koma fyrir stólum. Stofan var þétt setin þegar herra Jónas sagði: Verið velkomin á skólaskemmtunina. Fyrst verður keppt verðlaun fyrir upplestur og það Villi bra bra sem Nú allir lögðu eyrun við. Villi andaði aftur djúpt. Og þegar hann sá mömmu sín á fremsta bekk steingleymdi hann textanum. Hann Tumi fer á fætur, sagði hann og horfði á mömmu sína. Hún brosti blíðilega til hans. Hann Tumi fer á fætur, sagði hann aftur, en hann mundi ekki meira og Marta var hætt að brosa. Þegar hann heyrði eitthvað flissa út í salnum, hljóp hann skömmustulegur og með tárin í augunum til mömmu sinnar. Bra, ég vil fara heim, sagði hann og mammans og pabbi stóðu upp og gengu með honum út. Þau sögðu ekki orð á leiðinni heim, en þegar þau voru komin inn byrjaði Villi að gráta. Bra, fyrirgefðu mamma, ég gleymdi textanum og nú þykir ykkur pappa ekkert vænt mig lengur. Bra, bra. Kjáni getur verið, Villi, sagði mammans. Komdu hérna. Mammans tók hann í kjöltu sér og faðmaði hann að sér. Auðvitað þykir okkur vænt þig. Það fyrir öllu að taka þátt og gera sitt besta. Það gildir einu hver sigrar. Það? sagði Villi. Já, og þerraðu nú tárin og komdu og fáðu þér sneið af kóngulóarkökunni. Villi var svo ánægður með hvernig mammas tók þessu að hann smellti á hana rembingskossi og síðan borðaði hann kóngulóarkökuna. Þegar hann fór að sofa kvöldið ákvað hann að groppa sig aldrei aftur.